Suðurland staðurinn. Suðurland FM stöðin. Suðurland FM 963. Já, áfram höldum við með heilsuvikuna hér á Suðurland FM. Fjölmargt í boði varðandi heilsuna á Suðurlandi og hún hingað komin til mín, hún Ragnhildur Sigurðardóttir eða Gagga, komdu sæl og blessuð. Sæl og blessuð. Velkomin á staðinn. Takk. Hvernig liggur á þér þennan fallega mánudag, fallega og vindasama mánudag eins og ég kýsa kallan. Og svolítið blautan. Og svolítið blautan líka. Mjög vel. Takk fyrir að koma. Já, bara alltaf gaman að fá þig í heimsókn. Þetta ekki fyrsta skipti? Jú, reyndar. Alltaf gaman. Aldrei verið skemmtilegra. Herðu, Ragnhildur Sigurðardóttir eða Gagga, hver Gagga? Gagga ættuð frá Borgarfirði og Snæfellsnesi. Já. Ég fædd 63 á yndislega mann sem sjúkraþjálfari hérna á Selfossi og í Reykjavík. Við höfum 4 börn og 2 barnabörn. Ég hef starfað sem meðhöndlari í 29 ár. Já. Og við rekum saman fyrirtæki sem heitir Áttund. Já. Og ég stundaði nuddnámi á Íslandi og Noregi, námi Íþróttaháskóla Íslands, Íþróttaháskóla í Oslo, austurlenska nálastungufræði og styttri og lengri námskeið tengd heilsu. Jógakennarinn tók ég hjá Guðjóni Bergmann. Já. Og þetta svona mín þróun og reynsla í að miðla áfram til að hjálpa fólki. Og ég rosalega keppnismanneskja. Já. Hún keppir mikið í íþróttum og ég hef unnið 11 sinni Íslandsmeistar í borðtennis. Það rosa skap svona þegar ég komin á völlin, hvort sem það borðtennis eða eitthvað annað. Já. Þannig að það mikið keppnisorka í mér. Já. Og þetta reyni ég að miðla líka svolítið áfram til ungra íþróttamanna að nota sinn huga sérstaklega mjög vel í því sambandi. Ekki hugur? Svona oft í hvað var þar íþróttir? Þá svona, maður heyrir alltaf betur og betur af því hvað íþróttamenn eru svona að nota hugan. Það eitt að vera rosalega góður í fótbolta en ef þú ætlar að ná árangri þá ekki bara nóg að vera góður í fótbolta eða handbolta eða eitthvað svoleiðis. Þú þarft að hafa rétta hugafærið. Þú þarft að hafa virkilega rétt hugafær og góðan stuðning foreldra sérstaklega og hugurinn bara frábær. Hann alltaf starfandi. En svo bara spurning, hvað ertu með þannig upp í huganum hjá þér? Hvaða hugsanir dvelja hjá þér? Akkurat. Þannig að það svolítið skemmtilegt að eiga við það. Já. Þú hefur fengið marga íþróttamenn til þín og ekki bara íþróttamenn, heldur bara fólk úr öllum stéttum, það ekki? Jú, og bara það sem líka spurning sko eins og með hugan, þú ert áskrifandi af þinni hugsun. Já. Það bara svo leið. Stjórnar þessu alfæri sjálfur. Hvað hefur svona verið vinsælast hjá þér í þessum andlega heilsu tengt að gera? Sko nálastungunar hafa komið mjög sterkt fram, sérstaklega núna síðustu 2 árin. Já. Heilunin alltaf mjög sterk, ég reyndar alltaf með hana. Já. Og þar nota ég hendurnar og hugan og pendul og hugræn atferlismeðferð, hún hefur líka komið mjög sterkt. Það þetta að vera í núlíðandi stund og leyfa sér að vera þar og síðan hef ég notað sko NLP, það samtala tækni, það svona tækni sem hægt að nota í sambandi við markmið og að setja markmið og það kemur mjög vel út fyrir íþróttafólkið og bara alla þá sem að vilja skoða sitt markmið og gera það ómeðvitað meðvitað. Já. Og reyna að koma því fram. Og svo hef ég verið að vinna voða mikið með kvíða, streitu og frestunar áráttu. Það svona svolítið gott hjá okkur að fresta hlutunum. Já. Og Íslendingar segja oft svona þetta reddast. Já. Þannig að ekki hægt að nota það svona kannski almennt eins og til dæmis það hérna fullu vaskur ég get alveg vaskað upp á morgun. Jú. Ertu að reyna að eyða þessu út hjá fólki eða beisla það kannski meira? Nei, ég eiginlega bara til að leiða að líta sína mynd sko. Fólk horfir á heiminn á mjög með mismunandi augum. Já. Til dæmis og ég að reyna að spegla þau á sinn hátt. Þannig að vola gott að finna eitthvað sem hún getur speglað með, hvort sem bara vinur eða meðhandlari eða hvað það sem hún getur tala við. Þannig að þú horfir á þína mynd, reynir að horfa á þína mynd, hvernig þú sér heiminn þinn. Já. Ef ég spyr þig til dæmis, ef ég segi eitt orð við þig, langar hans að leika við þig núna. Ok, við skulum bara prófa þetta. Já. Ég alltaf til í tilraunir. Já, ok. Ef ég segi bóndi við þig, hvað það fyrsta sem kemur upp í huguna? Þú segir bóndi? Já. Já, það bara Helga Franka. Já, frábært. Þegar ég horfa á orðið bóndi, þá sé ég mann sem í stífjölu með hendunum fyrir aftan bak.
Já. Þannig að við skiljum eitt orð mjög mismunandi. Ef við segjum til dæmis læknir, Já, hvað hugsaðu þá? hvítusloppur. Ég segi með hlustunarpípuna sko. En ef ég segi sjómaður, Pollakalli. já, ég segi hattinn. Þannig það er svo ýmislegt hvernig við túlkum bara eitt orð. Ég tala ekki ef við erum að segja stóra setningu, Já. fulla mjög mörg orð, þá verðum við að vera vissum að einstaklingur sem verið framan okkur skilja okkur. Já, þetta er merkilegt. Já, mjög. Já. Og mjög gaman að eiga við þetta sko. Já, og er þetta til dæmis hluti af svona hugrætni atfellismeðferð að athuga bara hvað sérðu þegar ég segi þetta við þig? Já, meðal annars, en sko fólk kemur líka, það þarf að fara inn í hvernig það líður og þá er hægt að fara inn í hugan, tilfinningarnar og líkamann og bara hegðununa þína. Hvað ert að gera í þessu tímabili eða þessu ástandi sem þú ert í? Og af hverju líður mér svona, til dæmis? Og þá er hægt að hafa eitthvað til að tala við. Já. Og þá fer ég aðeins inn í hugan, hvernig líður viðkomandi? Er eitthvað sem að þú finnur í líkamanum? Eða hvað gerir? Hleypur eða stendur kyrr eða? Og eins og til dæmis ef við tökum kvíðan, þá er kvíðin eðlilegur. Það er eðlilegt ástand. Það er bara spurning hvað þú gerir við það. Þú annarkvort flýrðu eða þú ert að berjast. Svo bara spurning hvað þú gerir. Og hefur þetta verið að koma svolítið svona, hefur fólk verið að opna fyrir þetta? Mjög vel. Og mér finnst það bara æðislegt, bara virkilega og líka ungi krakkar. Það er bara frábært. Svona með einhverja punta kannski fyrir fólk svona almennt ef við eigum að fara út í það ef fólk byrjar á því að hjálpa sér sjálft kannski. Já, ég vistu það, mér langar rosalega að gefa fólki smá atriði ef þið vilja nýta sér það. Já. Þá er það bara frábært, það hentar ekki öllum en það getur hentað mjög mörgum. Þetta eru 6 punktar sem ég kom með. Já. Langar að setja út. Gefðu þér leyfi til að sleppa taki á þessu ástandi sem þú ert í, hvort sem það er neikvætt, kvíði eða streita eða bara áfall sem þú orðið fyrir. Númer 2. Trúðu að þú getur heilað sjálfan þig eða þú getur lagað þetta ástand. Trúðu því. Númer 3. Finndu þína leið, þar að segja vini eða aðstæður sem styðja þig og eins og ég var að tala áðan, þennan vin sem þú getur speglaði við. Númer 4. Hlustaðu á þinn líkama. Hann segir annarkvort já eða nei. Hann segir stundu kannski þegar við erum að segja, þegar líkama segir oft nei, þá segir jú, kannski ég geti þetta alveg og eitthvað svona. En farð eftir þessu í guðanabænum. Ef hann segir nei, láttu hann hlutin að vera. Ef hann segir já, það haltu áfram. Númer 5. Gott er að finna út hvað veldur þessu ástandi. Hvað tryggar það og hvað setur það á stað. Það er alveg mjög mikilvægt. Númer 6. Findu þitt plan eða verkefni. Hvað þarf ég að gera og hvað þarf ég til að líða betur? Leyfðu þér að vera mjög nákvæmur eða nákvæm. Hann segja hugurinn, hvaða hugsanir dvelur þú með, mataræði, hvað ert að borða, veldur það ró eða streitu í líkamannum, hreyfingin, hvað er hreyfingu stundaru, það er að helst að vera eitthvað sem þér finnst skemmtilegt. Já. Það þýðir ekkert að vera að fara í eitthvað sem er ekki skemmtilegt. Nei. Og svo sálin, hvernig líður mér? Þetta er svona atriði sem að mér finnst mjög mikilvægt. Þetta eru svona 6 punktar og rauninni ekki rosalega margir punktar sko, þannig að en þú sagðir að vera svolítið nákvæmur með þennan síðasta, finnstu þér plan og vertu nákvæmur. Já. Erum við þá að tala hvað er planið? Já, ég ætla að verða bestur í borðtennis. Segjum það. Já, ég er rosalega góð í borðtennis. Já, þú, margfaldur Íslandsmeistari og þá er ekki þetta að segja já, ég ætla bara að æfa og æfa. Þetta er bara, þú verður að taka til hvernig þú ætlar að æfa og hvað þú ætlar að gera. Já, tíman sem fer í þetta og kannski hugsa svolítið fram í tíman. Já. Þannig að þú náir aðeins að æfa þig, það þýr ekki bara að mæta mót og það sé oft hjá mörgum og ég gera það sjálf reyndar. Já. En það var nú yfirleitt erfiðast að þá þegar maður var ekki í þoli. Akkurat. En það er að hafa þessi plön og reyna að hafa það svolítið skýr. Mataræði, hugan og æfingarnar. Já. Hvar ertu með aðstöðu á Selfossi? Miðgarðin í kjallara. Miðgarðin í kjallara, já. Og svo er ég með aðstöðu í Reykjavík og svo fer ég stundum af og til Noregs. Við áttum heima þar í 11 ár, þannig að ég á nokkra kúnna þar sem að vilja láta mig hringi í sig því að
vita af sér þegar ég kem. Akkurat. Og já, svona þá sem að vilja kannski panta hjá þér tíma í, þú ert með hugræna atferlismeðferð og jóga, nálastungu og ég hef ekki bara farið yfir allt saman, allt sem þú býður upp á. Já, það eru nálastungunar sem eru aldagömmul aðferð í Kína og kom hérna til Vesturlanda 1970 og þetta fjallar ákveðna orku sem fer á milli og þegar sú orku trufluð þá verður skapar það ójafnvægi. Heilunin líka, hún líka aldagömmul hefð og ég kalla það þannig að orkan eins og ég vinn hana, þá dreg ég orku niður, markvist niður í gegnum líkamann og síðan sendi ég yfir á einstaklingin. Það sem þarf á henni að halda. Heilun getur myndast með þess að þegar við erum að hugsa fallegt fólk, sérstaklega að hugsa fallegt litlu barnan okkar og þannig að hugsa vel þau. Mátturinn mjög kröftugur. NLP hjálpar okkur að finna út hvað við viljum, raunviljum og hjálpar okkur að skýra hugan okkar þanga meðvitað. Hugræn atferlismeðferð fyrir einstaklinga sem vilja vinna með sjálfa sig og eigni hugsanir og leysa ákveðin verkefni á þann hátt. Þetta markviss aðferð til þess að takast á við aðstæður og samskipti til þess að ná betri jafnvægi heilbrigðan lífstíl. Og svo jóga byggja upp og styrkja orku og örva innkirtlakerfið og bæta bara líkamann, líðan. Og ég nota öll þessi fræði inn í jóga. Ég nota nuttfræðina, ég nota nálastungupunktana, ég nota ýmislegt inn í jóga og mína íþróttafræði. Þannig vinn ég þetta. Og ekki svona flokka þetta sem bara seinlega alhliða heilsurækt, hvort sem líkamlega eða andleg, það ekki? Jú, nákvæmlega. Má ég segja eitt í lokin? Alveg, bara endilega. Elskuðu mínar, drekkið nóg vatni, farið út og andið okkur lofti, það mjög mikilvægt. Verið út í náttúrunni að því náttúrun gefur okkur mikla jarðtengingu og bara að vera til. Leifið tónlistin að vera, því tónlistin mestur heilunar þáttur held ég manns. Hún smígur mjög létt í gegnum frumunar og verið glöð, endilega. Ljós og kærleikur. Ljós og kærleikur. Herðu, eitt að lokum sem við erum að fá frá þér, svona bara alltaf einbráði. Ef við viljum panta tíma hjá þér, hvert höfum við samband? Það er að nota síman. Ég í svo gamaldags og það nota síman, svo ég með Facebookina mína á mínu nafni. Facebookina. Herðu, takk fyrir spjallið og gangið þér vel. Takk kærlega. Takk. Ljós og kærleikur. Já.